svona, ég átti geðveikt næs morgun og svo varð ég smá stressuð. En það er sem sagt alltaf á skírdag í Hrísey. Þið sem horfðu á páskavloggi í fyrra, þið kannski veitu aðeins meira. En það er alltaf svona köku uppboð á skírdag. Ja, þetta er búið að vera í nokkur ár. Kvenfélagið bakar kökur og svo er bara boðið í kökurnar. Og mamma var búin að baka maren sem átti eftir að skreyta og ég er svo ekki kökuskreitingar manneskja. Ég er allt of svona bókstafleg. Allt svona creative þegar kemur að eitthvað sem að presenta fyrir aðra, þá er ég bara nepp. En þetta tókst. Heill jarðarberubakki og heill kókosbollubakki og þetta kom bara frekar vel út. En Stulli og Ingo eru svo núna að skutla kökunum á verbúðina þar sem að kökuuppboðið verður eftir klukkutíma tæpan. Það er þessi sjónvarpskaka. Hún verður geðgóð. Ég bakaði náttúrulega sjálfsögðu eina fyrir okkur. Eða við. Stulli bakaði með mér. En já, þannig að skírdagur er kökuuppboð og ekki meiri dagskrá í dag. Það er alveg mikil dagskrá um páskana. Það er pubquiz á morgun. Það var pubquiz í gær fyrir úlingana. Svo er bingo, páskabingo á laugardaginn fyrir bæði fullorðna og svo fyrir börn. Og já, svo er við fjölskyldan alltaf með eitthvað svona smá, þannig að þetta er bara fjör. Bjóðið þið bara þangað til að þið náðu að vinna bakkelsið. Ok. Fyrsta. Annar. 12.000. Fyrsta. Annar. Slegið. Skírdagur bara kom og fór. Ég held að síðasta upptaka hafa bara verið á þessu kökuuppboði og eftir það erum við bara búin að vera að borða. Hvað ættum við margar kökur? Við ættum að kaupa 6 kökur en áttum 7 kökur af því ég bakaði eina auka sjónvarpsköku handa okkur. Ó já. Þannig að maður er frekar vel saddur og Það gengur ekkert. Nei, það gengur ekkert á þessa kökur, sko. Þannig að það er bara að fara að sofa og svo er bara besti dagur í landi. Það er að sjálfsögðu eitthvað dagskrá þá líka. First time! Þetta verður stemming. Þetta var stemming. Ég flaug á hausinn á bretti en daginn, þannig að ég tek þessu kannski aðeins minna alvarlega. Rólega. En alvarlega. Eða ekki? Easy peasy. Hárið á mér er sko... Geggjuð. Þetta er geðveikt. Búið að ryðja brautir út um allt sem spór. Amazing.
þið þurfið að finna eitt slíkt egg og koma með það og fáið síðan súkkulaði egg í staðinn. Það eru svona 50 egg falin. Jæja, þá er páskaeggjalaut fyrir krakkarna lokið. Þetta var bara stemning. Hvað fannst þið mörg egg? Ekkert. Það voru 10 egg eftir í lokin. Við ætlum bara að leita og við fundum ekki eitt egg. Það finnst potið í vor þegar snjórinn bráðnar. Já, þau eru bara einhvers staðar. Bókstaflega, ég held að Hrund hafi eitthvað kastað eitthvað veggjum. En já, nú er bara grónagrautur heima. Já. Og svo bara eitthvað rólegheit. Ég er að reyna að klára lopapeysuna og stilla. It's looking good. It's looking good. Svo kannski fyrir við á gönguskíði eða eitthvað. Já, eitthvað dúlleri. Eitthvað dulleri. Hér er þess að pizzakvöld. Og að preppa allt. Og við Stulli erum að fara að henda í pizzur handa liðinu. Það er barnabingo í gangi núna. Og fullorðsbingo klukkan 8:30. En í millitíðinni þá er karaoke hér. Dominos Fire Me. Já. Þetta er besta súkkulaði. Appelsínsúkkulaði. Vídeó. Hvað er þetta um kaffesalat? Updates. Veðrið á Íslandi er náttúrulega bara það besta sem ég veit. Þannig að nú er páskadagur og klukkan er 9 að kvöldi, eða verða 9 að kvöldi til. Og við erum að fara að keyra suður. Við erum að fara í ferjuna núna bara klukkan 9 og verðum komin heim svona 2:30 í nótt, myndi ég giska. Þetta er alltaf bara stemming, en það er klikkaveður á morgun, þannig að við ætlum bara að fara núna, náðum að borða páskadinner og með fjölskyldunni og það er svo sem bara fínt að eiga þá frídag á morgun og vera ekki að bransa eitthvað eða keyra. En það er ekki ideal að vera að fara núna. Ég verði nú alveg til að vera einni nótt lengur en svona er þetta bara.